sennilega eins og ég sagði hérna rétt áðan, Mm. það var reitt svo hátt til höggs að menn urðu eftir eins og þarna 5 ára rannsókn, það varð að gera eitthvað. Já. En byrju, þú ert ekki starfsmaður Glitnisbanka Nei, og nei. en þú ert í raun og veru sakaður að hafa unnið bankanum tjón með viðskiptum við hann. Já, í rauninni og við reyndum nú að útskýra þetta við sérstökum að við höfum annarra hagsmuna að gæta og við vorum viðskiptavinur Glitnis. Já. Hvernig í óskupunum er þetta saknæmt og eins og ég segi, svo ég vitni aftur í sérálit dómaran sem að vildi sýkna okkur, að það var engin gögn eða vitnisburður sem bent til þess að við hefum gert nokkuð saknæmt. Þess vegna út af þessum ástæðum, Frosti, þá hef ég haldið áfram að tuttast í því að reyna að hafa það sem er rétt og halda því á lofti að menn fóru algjörlega fram úr sér í málatilbúnaði og síðan í rannsóknum og starfsaðferðum við það að búa til sakamenn úr blásaklusu fólki. Og þetta, ég hef haldið áfram að þessu að vera leiðarleiðstömaður á Íslandi á Facebook svo ég gerir nú grína sjálfum mig líka vegna þess að ég vil ekki að börnin mín geti lent í þessu. Ég veit alveg hvernig það er að sko ganga bæinn með stimpil á bakinu það að vera sko sökudólgur eða vera þjófur eða einhver þrjótt. Það er ekkert grín. Það er ekkert grín en þú veist, einhverju verða að gera það og einhverju eru að gera það þarna en það sem fer eiginlega mest í taugarnar af mér er það sem að særi réttlætiskendina mína mest er að þetta eru ríkisreknar ofsóknir, þetta er ríkisrekið ofbeldi sem að einfaldlega gegn einkaaðilum, gegn einstaklingum og þessar ríkisreknu ofsóknir eru í rauninni, þær eru gútteraðar af stjórnvöldum og réttlættar með því að beygja reglur, brjóta lög. Ég meina embætti sérstaks saksóknara var sakfellt fyrir ólöglega hleranir gagnvart mér og öðrum manni. Það er bara svoleiðis og það er ekki, þannig að sko ég er ekki einn. Svo er náttúrulega líka það sem ég hef verið að segja varðandi það hvernig málatilbúnaðurinn var. Embættið gerði allt til að halda raungögnum eða gögnum sem er bent í aðra átt en þeir vildu sjá frá málum. Hvernig komust þið að því? Hvernig föttuð þið það? Af því að við vissum að það væri til staðargögn sem að myndu geta sýnt fram á að þetta væri rangt sem að sérstakur héldi fram. Og við sögðum þau eru þarna, það var alltaf búið að taka alla servera og ýmislegt fleira, en við vissum þessi gögn eru þannig til staðar og svo kom sérstakur til okkar og sagði nei, því miður gögnin eru týnd eða þau glutruðust því miður niður eða svo var í einhverjum tilvíkum þar sem að sko gögnunum var haldið frá máli með dómi og sá sem að stimplar upp á það að halda gögnum frá málinu var sami dómar og var síðan að dæma málið. Hvernig, sko, ég ætla við í mínum huga stenst þetta ekki nokkra skoðun. Ég var dæmdur eftir sko að 10 árum liðnum eftir að hafa verið málarekstri og með stöðu sakbornings í 10 ár þá var ég dæmdur til 12 mánaða skilorðsbundinnar refsingar. Fyrir hlutdeild í meintum glæpum annars manns í öðrum banka. Og upplifur það svolítið bara galið sko. Og upplifur það svolítið að sá dómur falli í raun og veru að því að það búið að eyða svo rosalega miklu púðri og löngum tíma í að það verði að vera eitthvað. Það verði að vera eitthvað. Það er nákvæmlega þessu var slett á. Bara til þess að af því að það var hátt reitt til höggs, það varð einhvern veginn að réttlæta allan helvítis atgangin. Ég skil að þú upplifur það þannig. Það er svona þannig lykt af þessu. Það er bara því við þannig og við erum bara ófullkomin og við erum breysk og við erum mannleg og kerfið okkar því miður er breyskara og mannlegra en maður vildi hafa það.